Alright, það var showday. Basically vaknaði eitthvað rétt fyrir 6, skuttlaði Valentinu í make-upið hannig á Arena sem hann að keppa og fóru smá göngutúr og já, var í sturtu hreinsa tanið það því að það er bara beislitur á sem við settum á í gær og síðan setjum við annan talit á en ég ætla að fara að bomba mér og senda check-ins á Gunna og svoleiðis og síðan já, sjá hvað hann segir og hann bara skipuleggur daginn svolítið. Ég veit rauninni ekkert hvað hann fara að gera, hvernig máltíðirnar verða svoleiðis, það er bara svolítið allt sem hann segir næstu skrifa þannig að byrjum að fokka í dag, senda check-ins, formið looking solid. Ef þú spyrir mig grannítarar Alltaf dóndur mér að ég skilur taka myndi fyrir Gunna og sjá hver næsta skref fyrir daginn er, þannig að super spenntur, allt verður ready, ég er með þess bara apinn sem þið sjáu það ekki, allt að lukka fucking vel hérna, en já, alltaf dóndur mér að taka myndir, sjá hvað staðan er og bara næsta plönið þannig, maður sjá. Alltaf lítið herbyggi. Nei, ég sér ekki neitt. Yes, allavega. Sýnist að Rætt sé að vakna, þannig að kíkjum á það. Alright, búinn að taka myndir af Gunna, eða taka myndir af mér minna og senda á Gunna. Það var að first meal of the day, cream and rice. Svolítið mikið bara borða það núna af því að það meltist vel fyrir mig og við viljum bara vera með magan sem flatastan og þannig dægilegastan. 20 g whey, 60 g cream and rice, 15 g hunang, 1 banani, glögg bananum, 30 g hneytismjör og 10 g súkkulaði dögt, 3 g salti. Very nice. Ég veit, 1 stykki banani eftir, síðan erum við að róla í búð, að taka myndir eftir máltíðina og róla í búð. Gamli kallinn vaknaður. Yes sir. Síðan bara éta, dundra bananum í mig, Invincible og síðan, já, dundra ykkur búð, sækja Valentinu að því að skuttla ná hann í make-upið og það kjaftaði og já, taka myndir á að vera með þetta og yes, það er staðan í augnablikinu, þannig að jep. Alright, klukkan er, ég veit ekki, 10 leitið eða eitthvað svoleiðis, borðaði cirka fyrir 2 máltíðum, fyrstu máltíðina. Já, núna ætla ég bara að taka check-in myndir, senda Gunna svo við fáum að vita hvað næsta skref er eða hvernig næsta máltíð lítur út. Hann tekur bara svolítið ákvörðun út af hvernig forminu er, þannig að dundra check-in myndir á hann. Svona ger ég það. Yes. Nice, nice.
Myndir komnar, ætla að senda á Gunna og sjá hvað planið næst, þannig að Næsta máltíð, ready máltíð nr. 2 þá, sem bara basically banani, 60 g cream of rice, 30 g hunang, 30 g hnettismjör, salt, 3 g salti og that's it. Þannig að ég ætla að bobba þessu mig og síðan fara að græða okkur tannið og drulla okkur á að reyna. Valentína fyrsta svið og síðan fyrir við hreinn einhvern tímann í kvöld, einhvern tímann ég veit ekki sem hvenær. Þannig að over and out. Ok, núna klukkan 13:30 og ég að fá mér máltíð nr. 3 sem það bara basically 60 g cream of rice og 20 g whey og síðan fæ ég að bæta í 30 g af hunangi og síðan, nei veitum við, hvað var það? 40 g af hunangi, life is good right now og 40 g af hunangi sem 30 g af peanut butter. Þannig að já, við mættum á hann á arenaði en að því að það er bara basically engin almennileg dagskrá sýnd þarna og já, við bara mættum og fórum bara síðan strax aftur. Valentína var eftir. Hún að keppa mikið fyrr af því að við erum að keppa í einhverju semi-pro dæmi sem að keppt mikið seinna í og svoleiðis, þannig að virkilega spenntur að fara síðast við. Ég og Gunni erum mjög sáttir með formið, þannig að já, það er voða lítið sem að gæti fara úrskeiðis svona. Þannig að mjög ánægð með pósarnar mínar og svoleiðis, þannig að já, bara ekkert til að stressa yfir í rauninni. Bara dúndra sér á svið og hafa gaman. Það 30 g peanut butter og 1 banani. Það verður good to go. Dúndra þessu í mig og ég veit ekki alveg hvað planið síðan hvenær við förum og rúlum með aftur á arenaði, en já, ég ætla að borða þetta og síðan heyrjumst við betur með það allt saman á eftir. Later! Alright, það var að máltíð nr. 4 eða eitthvað, ég veit það ekki eins og lengur. Ég var að borða núna það sem sagt sko. 60 g cream of rice, já, 20 g whey, 20 g hunang og 20 g dökkt súkkulaði. Já, það er maður að sjá. Svona 20 g dökkt súkkulaði, lítið svona út, rosaspennandi og já, síðan fyrir við hreinn að fara að letsa niður í arena og græða okkur að gera og vonandi hún að svið bráðlega til að fuck shit up. Þannig að allavega dóttir þessi í mig og síðan sjáumst við líklegast bara niður á arenaðinu, þannig að peace. Ok, hérna ég bara allir komin í fjútur, en hérna bara basically myndin sem ég fæ frá kærustu Andrés Hahn sem að strákur sem að vann mótið þessi hana Andrés sem er frá Þýskalandi félagi minn, kynnti svona mörtu þegar við gertum mörtu fyrir að þá var hann einmitt að keppa mótið þar líka, en hérna eru bara myndir og myndbönd sem að kærustu hann sendi mér að því við vorum ekki með neitt í salnum og sem sökkar, þannig að ég ekki með neitt footage frá því, en ég er að bíða eftir basically að gæja sem að tók myndböndanir á sviðinu sem að ætla að senda á mig svona fyrir einhvern tímann, ég veit ekki hvernig það kemur, en ég mun sína bara líka bara fyrir en já, hérna erum við Hreinn, Andrés og ég erum 180 þannig að hægra meginn og Andrés með sem vann og sem að, já
Formið var bara virkilega fínt að mér, ég bara byrjaði sáttuna, ég hefði ekki verið byrjaði það en ég hefði unga og ég var í bestu aðstökki. Ég byrjaði þarna bestu fyrir báðið, ég bara hanaði enn þegar og síðan finnum beist þannig á að það fæði tekníkannar og kynna eitthvað betur en mögulega næsta mót þá verði aðeins lúsara þannig að það kannski markmið en virkilega sátt allt saman, Andrés allir höfðaði skilja að vinna, ég ekki bara að segja þetta með það en já, hans að segja bara virkilega skemmtileg ferdi, ég trúi að sáttum allt saman í þessa móti en leiðilegt að ég sé ekki með fleiri myndir eða svo leið sem kemur eitthvað frá honum en ég fekk myndir frá honum líka sem var bara að hafa líka kom það þannig að þetta basically einu myndum sem ég hef haft í comparison milli okkar sem er frekar leiðilegt af því að ég basically fá að sjá aðeins meira að einhverju myndi þá myndi ég meina að það ekki tekið en síðan möltu helgina eftir Íslandsmyndi sem er núna helgina þá ég basically aftur að fara að keppast á móti hverjum, ég og Andrés þannig að það verður stefn ég ætla að vinna þá, það er bara eina markmið ég ætla að vinna prógress og ég ætla að vinna hann já, en ekkert, þú veist það er bara, ég kynnst þetta Andrés mjög vel núna og við erum búin að tala dælega bara fyrir móti og hann og bara við fyrir næst og það kynnst saman honum og konum hérna er ég mjög lost af því að þessi hátalarnir sem þið hefur dómarinn kalla þeir eru einhvers staðar í miðjunni og skjótast sig inn í svæli þannig að á sviðinu heyrðu það líka gert hvað það var gangið það var virkilega skemmtileg ferdi virkilega sátt Thank you. 1-8, Timo, please stay